Hæ, ég heiti Ívar, ég er osteópati og sjúkraþjálfari og ég er eigandi osteópatikeðjunnar Osteonordic sem er stærsta osteópatikeðja í heimi. Í dag langar mér að tala aðeins tenniselbúa og koma aðeins inn á ástæður fyrir því sem við sjáum á stofunni hjá okkur. Þegar maður talar tenniselbúa þá verður maður aðeins að útskýra hvað það er. Það er oft langvarandi bólgur sem svara til utanverðu handleggnum þar sem að vöðvarnir á framhandleggnum hefta og oft svona sem basically ástæður fyrir golfolbúa þá er svona ofreynsla á þessa vöðva og sinar frá vöðvunum þarna á utanverðum handleggnum. Það sem við gerum sem osteópatar á stofunni hjá okkur, það er okkur langar alltaf að finna ástæðuna fyrir þessu og það sem ég sé oft, eller við sjáum oft hérna á stofunni hjá okkur, það er að ástæðan kemur sem í formi að taugin sem stjórnar þessu vöðvum hefur ekki alveg nógu vel og þá þarf maður að kíkja svona hvaðan taugin kemur. Taugin kemur, þessa radialtaugin kemur frá hnakkanum og leiðin hjá henni er í gegn undir svona collarbone hérna og inn í öxlina og svo kemur hún út svona bak við handlegginn og fer niður svona utanverðum handleggnum og niður til vöðvana sem eru þeir sem orsaka tenniselbú. Og það sem við sjáum oft það er að langvarandi vandamál með hnakka, langvarandi vandamál með öxl. Það getur verið svona vandamál sem koma á að maður situr of mikið, getur líka verið að maður er að nota öxlinn eða hnakkann of mikið eða ranglega. Og það sem við sjáum líka það er að stundum koma tennisolbúa vandamál frá höndinni. Í höndinni erum við með mörg bein sem gera liði og ef þessi liðir virka ekki alveg nógu vel þá getur sinin frá þessum vöðvum sem kemur frá utanverðum olnboganum hreyft sig aðeins og illa. Það sem við gerum í Osteonordic það er að við meðhöndlum líkamann sem í heild sinni og ekki bara svona höfum augastað á bólguna sem er í utanverðum framhandleggnum. Ef ykkur langar að vita aðeins meira tennisolbúa þá getið þið lesið það á færslunni hjá okkur eða bloggfærslunni á síðunni undir tennisolbúa. Það getur líka fengið einkenni, ástæður og góð ráð og þar á síðunni er líka vídeó með góðum æfingum fyrir tennisolbúa.